Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Himneski Guð, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpað okkur til að syrgja ekki eins og þau sem ekki hafa vonina. Hjálpað okkur til að sigrast á óttanum við dauðan, í öruggri vonum upprisu og eilíft líf. Látt okkur vera minnug þess að þú telur dagan okkar, svo við eignumst viturt hjarta fyrir trún á Jesú Krist. Blessaðu þessa stund í helgidóminum og látt okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og fyrir samfélagið hvert við annað. Við biðjum í nafni Jesú Krist. Heyrum heilagt orð. Í Sýraksbók skrifað. Dauði, hve þungt að hugsa til þín, þeim sem nýtur friðar og eigna sinna, áhyggjulaus og vegnar í öllu vel og á nægan þrótt til að njóta lífsins. Dauði, hve kærkomið kall þitt þeim sem á bágt og brestur þrótt, örvasa og úrræðalaus, örvæntir og fyrst fokið í flest skjól. Hræðstu eigi kall dauðans, minnstu þeir fyrri fóru og síðar koma, Drottinn bjó þessi örlög öllum mönnum. Og heyrum einnig
þar sem postulinn Jóhannes skrifar: Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því ein fyrri himinn og ein fyrri jörð voru horfin, og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þau munu vera fólk hans. Og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra, og hann mun þerra hvert hár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Amen. Og nú skulum við öll opna sálmaskrán og við skulum syngja öll saman góðra vinafund. Glatt það Við skulum rísa á fætur og hlýða á heilagt Guðspjall sem hljóðar svo. Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur María hét og settist hún við fætur Drottins og hlýddi á orð hans. En Marta lagði allan huga á að veita sem mesta þjónustu. Hún gekk til Jesú og mælti: Drottinn, heyrður þú það að systir mín lætur mig ein að þjóna gestum. Seg þú henni að hjálpa mér. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Við erum hér saman komin til að kveðja í hinsta sinn Ingu Láru Þórhallsdóttur. Þegar hennar er minnst, þá koma upp í hugan frásagnir af konum eins og henni Mörtu, sem lagði sig fram við að taka vel á móti Jesú og lærisveinum hans og veita þeim vel samkvæmt austrænni gestrisni þess tíma. Marta var dugleg kona með ríka þjónustulund, en hún var líka með munninn fyrir neðan nefið og hikaði ekki við að segja það sem henni bjó í brjósti. Og það var einmitt þessi sama Marta sem sagði við Jesú þessa hugnæmu játningu: Ég trúi því að þú sért Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Inga Lára var kona af þessu tagi. Hún hafði ríka þjónustulund, hún hugsaði vel fjölskyldu sína. Sumar eftir sumar voru þau í Ellubæ í Aðalvík og þar eldaði hún fyrir fjöldamanns og sá til þess að engan skorti neitt. Og þetta gerði hún Inga Lára af því að hún unni fólkinu sínu hug ástum. Þau voru það dýrmætasta sem lífið færði henni. En á sama tíma var hún mjög ákveðin og sagði fólki fyrir. Og við Elvar, eiginmannsins, sagði hún: Þú veist að ég ræð eins og ég hef alltaf gert. Verkin lofa hér væna konu sem vildi allt fyrir alla gera, lífsglaða konu sem var brosandi og lýsti upp tilveruna. Minningarnar hana eru dýrmætt veganesti fyrir framtíðina. Nú í sumar var fjölskyldan öll í Ellubæ og Inga Lára geislaði af gleði. Fyrir 3 vikum síðan var hún hrókur alls fagnaðar. Og þess vegna er það undarlegt að vera hér í kirkjunni í dag að kveðja hann í hinsta sinn. Með fráfalli hennar erum við minnt á hverfuleika lífsins. Davíð konungur er látinn segja í heilagri ritningu: Milli mín og dauðans er aðeins eitt skref. Við hugsum ekki mikið þetta. En það þarf ekki nema að eitt mikilvægt líffæri líkamans bili, skyndilegur sjúkdómur, komi. Og þá er líf okkar í hættu. Og það er víst ekkert sjálfgefið í þessum heimi. En einmitt þess vegna er svo mikilvægt að njóta lífsins. Njóta þess að vera með ástvinum sínum, njóta og upplifa, því það eru einmitt þau augnablik lífsins, þessi augnablik gleði og samveru, sem búa til og skapa minningar, sem lifum ókomin ár í hugun og hjörtum ástvina. Og munið það, ástin er eilíf. Hafir þú elskað aðra mannesku, þá myndu aldrei gleyma henni. Og þess vegna er þessi stund helguð minningum. Við skulum rifja upp lífshlaup Ingu Láru. Hún Inga Lára Þórhallsdóttir var fædd á Suðureyri við Súgandafjörð þann 1. september árið 1949. Hún var dóttir hjónanna Sigrúnar Sturludóttur og Þórhalls Halldórssonar. Inga átti 3 alsystur. Það eru þær Sóley Halla, Auður og Steinunn. Svo átti hún 2 hálfsystur samfeðra. Það eru þær Björg og Bryndís. Það var gott að alast upp á Suðureyri. Fjöllin þar halda utan mann og í þorpinu þekkjast allir. Lagið sem sungið var hér á undan ræðunni, Litli fjörðurinn minn, eftir Ingibjörgu Jónasdóttur,
bragur sem flestir Súðfirðingar kunna. Eitthvað það hér sem ætíð heillar mig og súandi ég elska þig. Hitt einsöngslagið, Gamla fatan, lag sem börnin lærðu að syngja í barnaskólunum á Suðureyri, en textan þýddi sér að Jóhannes Pálmason. Inga gekk í skóla á Suðureyri og hún lauk svo gagnfræðaprófi frá héraðsskólanum á Núpi við Dýrafjörð. Á unglingsárunum fór Inga út á vinnumarkaðinn, en svo þá var altítt með ungt fólk. Hún vann í frystihúsinu og í kaupfélagi Súðfirðinga. En hinum megin við Botnsheiðina í norður Skutulsfjörður sem Ísafjarðarkaupstaður stendur við. Og þangað lá leið Ingu haustið 1967 til að fara í húsmæðraskólann Ósk, sem þótti góður undirbúningur fyrir framtíðina. Enda þótt húsmæðraskólinn væri einungis ætlaður ungum konum, þá hafði ungir menn hér í bænum mikinn áhuga á þessum skóla, þó aðallega nemendum hans. Þegar skólinn var settur í byrjun september, þá rúntuðu ungir menn göturnar á bílum og skoðuðu hvort það væri ekki komin ný stúlkuandlit í bæinn. Einn þeirra var Elvar Bæringsson. Og hér fyrir utan sáluhliðið á kirkjugarðinum, þá sá hann fallega stúlku á gangi, að vísu með manni, en ekki stöðvaði það Elvar, því hann snaraðist út úr bílnum, gekk til stúlkunar, kynnti sig, og þessi stúlka var hún Inga Lára, og síðan bauð hann henni á ball. Og þetta var upphafið að kynnum þeirra. Og með tímanum þá urðu þau sálufélagar fyrir lífstíð. Og þannig hefst löng ganga oft með einu skrefi. Það var mjög gaman að vera í húsmæðraskólunum. Þarna var heimavist og stúlkurnar kynntust vel. Og þar var ýmislegt brallað sem ekki hæfir við að ræða hér. Óskardætur veturinn 1967–68 hafa beðið fyrir hjartans saknaðarkveðjur til Ingu skólasystur sinnar og ástvina hennar. Eftir veturinn í Grautó fór Inga í vist til Danmerkur, var það sem kallað au pair í dag, og svo vann hún í kaupfélagi Eyfirðinga á Akureyri og síðan fór hún í vist til Ameríku. En ungi maðurinn á Ísafirði gat ekki gleymt stúlkunni með fallega brosið og hann reyndi að fá hana til sín, spurði hvort hún vildi ekki koma til Ísafjarðar jólin í stað þess að vera í Bandaríkjunum. Og Inga svaraði hæl, vilt þú ekki bara koma og heimsækja mig? Og þannig eru konur, þær láta alltaf hafa svolítið fyrir sér. En til að gera langa sögu stutta þá giftu þau Inga og Elvar sig árið 1973, en þá voru þau byrjuð að búa saman hér á Ísafirði. 5 árum síðar fluttu þau til Reykjavíkur og svo áratug síðar aftur heim til Ísafjarðar. Þau höfðu þá eignast 3 dætur, þær Sigrúnu Örnu, Þóru Björk og Hrafnhildi Ýr. Meðan dæturnar voru litlar, þá var Inga heimavinnandi húsmóðir, en þegar yngsta dóttirin byrjaði í skóla, þá fór Inga aftur út á vinnumarkaðinn. Og þetta var mjög algengt að konur gerðu í þá daga. Inga kenndi dætrum sínum kvöldbænir, hún innrætti þeim góða siði, hún hafði metnað fyrir hönd dætra sinna og hún hvatti þær áfram í lífinu. Og hún vildi alltaf vita hvað þær væri að gera. Hún var mamma af lífi og sál. Ég ætla að segja aðeins frá dætrum Ingu og Elvars og þeirra fjölskyldum. Sigrún Arna elst, hún gift Steingrími Þorgeirssyni og þau eiga 3 börn. Það eru þau Hildur Kristey, Þorgeir Logi og Þorvaldur Breki. Fyrir átti Sigrún soninn Elvar Inga Sigurðarsson. Svo kemur Þóra Björk, hennar maður Bjarki Þór Jónsson og þau eiga 2 börn. Það eru þau Ísabella Sól og Jökull Máni. Hrafnhildur Ýr yngst systranna
og hún í sambúð með Trond Einemo. Hrafnhildur á að fyrra sambandi dótturina Svanhildi Ingu Sigurðardóttur. Hún Inga Lára Þórhallsdóttir var afskaplega hjálpsöm manneskja. Hún vildi allt fyrir aðra gera en lét sjálfa sig stundum mæta afgangi. Og þannig gjarnan fólk með kærleiksríkt hjarta. Það brosir, það lífsglatt og það hefur alltaf tíma til að passa barnabörnin. Ég flyt hér saknaðarkveðjur frá barnabörnunum í Stavanger. Þau skrifa: Það eru ótrúlega margar góðar minningar sem við eigunum ömmu. Amma Inga var best í heimi til að knúsa. Enginn gat gefið jafn stór og hlý og góð knús og hún. Þegar hún tók utan hann, fann maður sig öruggan og elskaðan. Allir sem þekktu ömmu vissu að hún var hlýjasta og umhyggjusamasta manneskjan sem hægt var að mæta. Hún tók á móti öllum með brosi og opnu hjarta. Hún hafði einstaka hæfileika til að dreifa ró og gleði kringum sig. Hennar verður sárt saknað, en minningarnar hana og tilfinningin í faðmlögum hennar mun ávallt fylgja okkur. Við elskum þig, elsku besta amma. Og undir þetta skrifa þau Hildur, Kristey og Þorvaldur Breki. Og faðmur Ingu var einnig opinn gagnvart vinum og nágrönnum. Þegar snjóflóðið féll í Súðavík, þá skutu þau Inga og Elvar skjólshúsi yfir Stein Kjartansson, Lilju Kjartansdóttur og Dagbjörtu Hjaltadóttur og fjölskyldur þeirra. Þau votta aðstandendum Ingu sína dýpstu samúð. Inga var félagslynd og naut sín vel innan aðra. Hún var í Oddfellá og Sunnukornum. Hún var einnig frændrækin og ræktaði sínar súfisku rætur. Sigga Rún, Þórhallur og Vilhjálmur, börn Auðar og Sigurgeirs og fjölskyldur þeirra biðja fyrir hinstu kveðju. Við minnumst Ingu Láru frænku okkar með kærleiki hjarta. Samveru stundurnar fyrir vestan í æsku ylji okkur. Sendum innilega samúðarkveðjur til Elvars, Sigrúnar, Þóru, Hrafnhildar og þeirra fjölskyldna. Ykkar missir mikill. Eins eru hjartans samúðarkveðjur frá Kalla og Margréti Eyfells. Einn eru kveðjur frá Stínu, Bubba og börnum. Hér á Ísafirði starfaði Inga Lára lengst af á endurhæfingadeild fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði. Og það var gott að vinna með Ingu. Það var líf og fjör í kringum hana. Og þau kölluðu sig Sjú og Heil, vinnufélagarnir á endurhæfingunni. Í raun þarf ekki annað en að skoða ljósmyndina framan á grafljóðunum og myndirnar inn í sálmaskráni til að skynja þessa lífsgleði sem einkenndi hana Ingu. Það eru ýmsir sem hefðu viljað verið þessari útför en áttu þess ekki kost. Þannig eru hugheilar samúðarkveðjur til ástvina Ingu Láru frá Þorgeiri og Dómhildi. Það eru samúðaróskir frá Litáen, frá þeim Gunnari Má Gunnarssyni og Helgu Sigurbjarnardóttur. Rakel Sveinsdóttir á Ítalíu biður fyrir kveðjur til Elvars og dætra. Eyþór og Ingrid Kúlmann senda hjartans samúðarkveðjur. Blessuð sé minning hjartahlýrrar konu. Ég flyt vináttu og samúðarkveðjur frá Siggu Lúllu og Andrési. Einnig kveðja frá Kolbrúnu Ír og Daniel. Og Sigga Maja skrifar: Þakka kærri vinkonu fyrir öll ævintýrin sem við áttum saman. Sjáumst í sumarlandinu. Þau Inga og Elvar voru mjög samrýnd hjón. Þau nutu saman lífsins og þau ferðuðust víðum heim. Árið 2010
fluttu þau Elvar til Noregs og settust að í Voss, sem á milli Bergen og Lærdal. Inga vann þar á sjúkrahúsinu, en einnig sem stuðningsfulltrúi fatlaðra bæði í Voss og Lærdal. Það hefur verið gott að búa í Noregi. Alltaf hafa samt Inga Lára og Elvar komið reglulega í heimsóknir til Ísafjarðar og verið hér langdvölum. Ég flyt hér kveðjur frá Noregi, frá þeim Friðriki og Kristjánu og eins samúðarkveðja frá Bjössa, Charles og Sigrúnu í Borgarnesi. Jón Bæringsson hefði viljað vera hér í dag en hann kveður úr fjarlægð og sendir hingað sínar ástar og samúðarkveðjur. Sumarið í sumar búið að vera gott hér fyrir vestan. Og þegar sumarið gott þá líður tíminn hratt. Og þannig það einnig í lífinu. Þegar lífsgleðin ríkir þá hver dagur sem andrá. Inga Lára átti góða ævidaga. Hún var rík af fjölskyldu og vinum og hún kunni svo sannarlega að njóta lífsins. Og hún auðgaði tilveru svo margra. Skyndileg veikindi hennar komu öllum á óverum. Hún var lögð inn á gjörgæsludeild, ástvinir hennar voru hjá henni og þó svo að hún ætti erfitt með að tala, þá vildi hún segja svo margt við maka sinn og ástvini. Hún átti svo margt ósagt og ógert í lífinu. Þegar ástvinir hennar ætluðu að fylla upp jólokna setningu þá sagði hún, leyfðu mér að klára. Í þrátt fyrir ferrandi heilsu og krafta, þá var hún eins og hún átti að sér að vera. Inga Lára Þórhallsdóttir kvaddi þennan heim þann 29. ágúst síðastlið. Hún var eins og falleg rós drjúpir höfði. Allt eins og blómstrið eina uppvex á sléttri grund, fagurt með frjókun hreina, fyrstum dags morgun stund. Og snöggu augabragði af skorið verður fljótt, lit og blöð niður lagði, líf mannlegt endar skjótt. Ég les kveðju. Stjórn minningarsjóðs Bryndísar Klöru afar þakklát fyrir þann hlýhug sem aðstandendur og Inga Lára heitin hafa sýnt sjóðnum og fyrir að heiðra minningar Bryndísar Klöru með þeim fallega hætti sem þau hafa gert. Iðunn Eiríksdóttir, æskuvinkona Hrafnhildar, sendir innilega samúðarkveðjur til allrar fjölskyldunar. Og foreldrar annarar æskuvinkonu þau Greta Gunnarsdóttir og Þráinn Eyjólfsson votta aðstandendum sína dýpstu hluttekningu. Aðstandendur þakka fyrir hlýhug í sinn garð og í minningu og í anda Ingu Láru bjóða þau til erfidrykkju í Guðmundarbúð að lokinni athöfn. Minningar liðinna dag eru dýrmætar og það huggunni góðum minningum. En við eigum samt meira en minningar. Við eigum hina kristnu von upprisu og eilíft líf. Líkt og Jesús reis upp frá dauðum og tók sæti á himnum, eins munu við rísa upp til eilífrar tilveru í ríki Guðs og englana. Í síðustu bók Biblíunnar, opinberunarbókinni, rætt endi lífsins og það sem tekur við. Þar stendur skrifað: Sjá, tjálbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans, Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra, og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein, né kvöl framar til, hið fyrra farið. Tilvitnun lýkur. Kristin útför boðar líf að loknu þessu lífi. Biblían boðar upprisu og eilíft líf. Þótt líkaminn eyðist, þá lifir sálin hjá Guði í eilífu ríki hans. Sál manneskjunnar
andi hennar og persóna eru vistuð hjá Guði og þar bíður hún ástvina sinna. Vonin upprís og eilíft líf líka von endurfundi í Guðs ríki. Og í þeirri trú kveðjum við hér í dag og segjum: dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Við skulum nú hlýða á ljóðalestur og skulum fá hér hljóðnemann sem söngkonan notaði og biðja að ganga hér að, taka hljóðnemann hérna og lesa hér svo allir megi heyra. Ja, jag hade väl aldrig hoppat att det skulle bli länge till den dagen skulle komma. Men hvis det är här så är jag så heldig att signa upp. I den sammanhang så fann jag ett dikt så jag satt in på Sol 4 från Norge. Samlar man leva vidare. Og leve videre. Når du ikke er her med, så er det ikke sikkert at alt er alt. For hjertet ditt ligger her, og der, eller der. Og mange vil finne det og tenke at
det livet där, det var förgäves. Hur där skulle jag älska. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræðið þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingum og til vexsendar líð þínu. Ísrael, við skulum biðja. Við þökkum þér algóði Guð og fyrir ljósið sem við okkur skín frá Drottni okkar og frelsar og heilug orði hans. Veitt okkur náð til þess að meðtaka fagnaðarerindið, kærleiksboðskapinn í hug og hjarta og stefna eftir því tímans draumi, svo við fáum að lyktum að hverfa inn í birtu þessi himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Ingu Láru Þórhallsdóttur frá þrautum og veitt henni þína eilífu hvíld. Ver þú náðugur þeim sem líf hennar var tengt ástúðarböndum. Helgaðu þau, blessaðu minningar þeirra og varveittu þau ókomin ár. Heyr þá bæn í Jesú nafni. Amen.
Skulum öll spenna greipar og biðja saman bænina sem Jesús kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists. Jesús mælti: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Við skulum rísa á fætur. Inga Lára Þórhallsdóttir. Af jörðu ertu komin. Af jörðu skaltu aftur verða. Og af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þín eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni og hvíl í þínum friði. Amen.
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist.